Ég er komin inn í samgönguminjasafnið í Skagafirði. Hér gætir ýmissa grasa og ég hef aldrei komið hérna áður. Ég er alveg stórhrifin. Ég sé ýmsa bíla, gamla og eldgamla og svo aðeins yngri bíla. Já. Sólveig minn, hvernig byrjaði þetta nú allt saman? Já, það nú saga að segja frá því. Þetta svo sem átti nú aldrei að verða safn til að byrja með. Svo ég segi þið það. Þetta byrjaði þannig að Gunnar langaði svo að eignast vörubíl, Fargo vörubíl og það endaði með því að hann fékk sér Fargo vörubíl en hann var nú aldrei gerður upp og hann stendur hér úti en þetta byrjaði með því að hann gerir upp Ford 600 bíl 1954 og hann er svona sökudólgurinn að þessu safni. Hvar fannstu þann bíl, Gunnar? Já, hann Hjaltadalum að luta og Eyjafirði. Hjaltadal og Eyjafirði? Já, þetta var nú fyrsti bílinn sem ég gerði því að pabbi átti keypti svona bíl 54 og maður fór að grípa í það var 10-11 ára. Svona ungur? Já. Það mátti ekki. Það er ekki í dag. Þannig að það er ekki tilviljun að við stöndum hér. Við erum að standa hér við þann sem að þér hefur kannski tekið mestan tímann þinn í að gera upp. Já. Og segja það og Gulli bíli líka. Svo ég með aðra merkilega bíla inni, bæði mjólkurbíl og rútu og jeppa og dráttarvélar og allt góða tæki. Ég hlakka til að labba hérna og skoða þetta og mynda þetta, en hvað þeir margir, Sólveig, bílarnir? Þeir eru svona kannski rúmlega 80 hérna inn í skemmunum en það eru svona cirka 300 bílar á svæðinu með vélum og öllu. Já, með vélum og öllu, hérna er farmal og það er bjalla og sko það er ekki hægt að telja þetta allt upp. Hvernig í veröldinni hafið komist yfir að gera þá upp? Já, sko Gunnar hefur náttúrulega alltaf verið alveg ótrúlegur sko. Þannig að það var yfirleitt heimilið svona undirlagt af varahlutum og brotum úr þessu öllu og maður bara lét sig hafa það. Það er eins gott að þú hafir þá smá áhuga á bílum. Já, ég hugsa að þetta hafi og hefði aldrei farið saman nema af því að ég hef víst alla tíð þjáðst af bíladellu. Já. Alveg bara frá því ég man eftir mér og ég man bara eftir mér svona þegar ég er 5-6 ára að náði svona í skotti á síldarævintýrinu og þá voru margar flottar drossíur og mér það svo minnistætt að það voru nú konur sem áttu flottustu drossíurnar þarna á planinu og ég snerist í kringum þær til þess að fá svo að fara einn rúnt. Mér fannst það svo flott og svo var ég alltaf að fá sitt í vörubílunum með köllunum og svona. En það er nú svona fjölskyldusaga í kringum fjölskyldunars Gunnars einmitt tengt bílum, ekki sant? Já, jú. Það hafa allir þjáðst að þessu og þetta virðist bara vera í genunum því að það virðist bara öll börnin okkar og barnabörn og allt það hafa allir áhuga á þessu og eru allir sýktir. En þetta er algjört gósen einmitt fyrir þá sem hafa áhuga á bílum að koma hingað í Stóragerði og sjá þetta safn. Hvað er langt síðan þið opnuðu það? Já, við erum 10 ára í sumar. Við opnuðum 24. júní 2004 en auðvitað átti þetta aldrei að verða safn. Aldrei, það stóð aldrei til. Ég tek eftir áherslunum sem þú leggur á þetta. Já, þetta átti aldrei. Hvað breyttist? Já, það var nú þannig að það var komið svo mikið af bílum því að þessi Gulli, sökudólgur, hann vafði upp á sig og þegar að þetta var búið, þetta meistaraverk, þá var ekkert hægt að hætta. Þá kom bara hver gripurinn á fætur öðrum og svo var komið svo mikið af bílum og dóti að við vorum hreinlega hvött til þess að opna og starta safni. En það kostar nú sitt. Já, það kostaði sitt, en eins og ég segi, Gunnar hefur alveg verið ótrúlegur og auðvitað hefur þetta kostað okkur líka, fjölskylduna, tíma og allt það, en þetta hafðist með góðri hjálp
sumarfrí í þetta. Já, sjáðu hvernig hann brosir af því. Já. En það er ekki marga ferðir á Spán hjá ykkur? Nei, það voru aldrei farnar ferðir og það var aldrei farið í sumarfrí svoleiðis að það væri ekki farið í einhverja kofa og skemmur einhver stað til sveita. Því að hann var eins og með röddkenni augu á þetta allt samanhengt. En segðu mér hérna með, þú veist að tala um að þið hefðu ekki fengið frí og ég trúi því nú þegar ég sé þetta allt saman. Hvernig til þess hefur aðsóknin verið? Hvað heldur ykkur gangandi í þessu áfram? Já, það náttúrulega fyrst og fremst þetta náttúrulega bara hugsjón og bara, auðvitað þetta bara nokkuð skona sýki. Þetta verður bara sjúkdómur þegar maður byrjar. Það er gaman að þessu og ekki hvað síst að við erum búin að sjá það að þetta stór merkilegur hluti í sögunni og menningun okkar eins og hún var. Og fólki finnst það og við fáum rosalega mikla hvatningu frá gestum og það er gaman að því að það er að koma svo mikið af skólahópum á vorin, allstaðar að landinu og krakkar hafa alveg gríðarlega gaman að því að koma hérna og þau segja öll sem eitt þegar þau koma, af hverju allir bílar svona ljótir í dag? Já, þegar þessi glæsivagnar eru hér. Þau ætla öll að safna fyrir sér fyrir svona bíla. Já. En hvað með aðra bíla? Eru þeir þannig að það væri hægt að keyra á þeim út? Öllum. Það er allir gangfærir bílarnir sem eru hér inni, nema kannski fyrsti bílinn sem kom í Skagafjörð. Já. Þetta er merkilegt. Já. Það er byrjað á því að gera vélina, alltaf að taka vélina fyrst, áður en nokkuð annað er skoðað. Og það getur tekið viku, hálfa mánuð að koma vélinn í gang. En þá er hafist handa á öðru. En segðu mér aðeins hvert er þitt hlutverk fyrir utan það að vera stóð og stykta og gefa eftir allskyns frí og eldhúsborðið. Ert þú líka eitthvað að gera við bílana? Ég nú kannski ekki mikið að gera við bílana, en ég hef nú svona sem stuttan hérna þegar hann hefur verið að sprauta pínu lítið og skrúa svona eina skrúu og haldi við þegar hann er að sjóða en ekki mikið, en svona, það hefur komið svona pínu stund. En svo er ég náttúrulega aðalega hér að sjá bara safnið og halda því gangandi og svona allt í kringum það. Það er nú líka dálítið mikil vinna. Það er mikil vinna og mikil binding. En er þetta opið yfir veturinn? Nei, ekki alveg yfir háveturinn, en það er að lengjast alltaf tíminn. Þannig að við höfum lengt tíman í báðar áttir. Þannig að við opnum fyrr á vorin og svo lokum við seinna. Og við erum að taka hópa alveg fram í byrjun desember. En þá er orðið líka svolítið þröngt því að við fyllum skemmurnar alveg röðum inn, sko. Já. Ég ætla að fara að velja mér einhvern bíl sem ég get hugsa mér að fara að taka bara með mér. Takk fyrir að taka svona vel á móti okkur, Gunnar og Sólveig.